Ok, sem sagt, það sem mér langar að tala í dag, það það sem við kallum domain-logík og við höfum ekkert talað þetta en við höfum verið að gera domain-logík enga síður og þetta hérna, já, með hérna áætlun, hann búinn að tala hana, þannig að þetta svona, þessi hérna, það sem við ætlum að fara yfir, taki eftir því að það koma inn nokkur pattern í dag. Það eru hérna 4 ný design pattern sem við ætlum aðeins að kynnast. Ég hef mestan áhuga á því sem heitir domain model og service layer. Og það hinn eru samt, það ágætt að minnast á þau þannig að þið hafi heyrt af þeim. En það sem við erum að tala sem sagt lagskipting sem ákveðið svona tricks í hönnun og við höfum talað lagskiptingu áður. Og þess að 3 layera sem við höfum. Því að í flestum svona enterprise lausnum í dag þá ertu með framsetningu, þú ert með einhver gagnagrunn og svo eitthvað þarna á milli sem kannski svona ekkert auðvelt að skilja. Þannig að við ætlum að fara í gegnum þetta. Lesefnin bara aðalega domain model, smá Wikipedia grein og síðan önnur Wikipedia grein og síðan tilvísun í Fowler það vantar nú þannig transaction script. Það örstuttar umfjallanir þessi pattern hjá honum. Þannig að þetta það sem við ætlum að skoða. En það sem ég langar að byrja aðeins á í dag þetta layering dót vegna þess að svona þegar að menn að hanna arkitektur og hanna lausnir þá fara þeir oft í svona þann gírinn að lagskipta hlutunum. Bara sumir vilja hafa 7-8 layera. Það alls konar svona layerar sem kom inn í þetta og það eru kostur og gallar við þetta allt saman. Og bara svona til þess að rifja upp þessa layering pælingu þá þetta í raun og veru bara það sem við kallum abstraktionir. Þetta eru abstraktionir í tölvukerfinu okkar þannig að það koma einhvers skil þar sem hlutverkin breytast. Og klassíska dæmi að nota til dæmis þennan hérna internetdót og með 4 layera hérna, og með eitthvað sem bara devicein, svo ertu með network layerinn, það IP sem bara hefur mjög einfalt hlutverk, það að senda pakka á milli, routing og síðan transport hérna sem hefur allt annað hlutverk og það að pakkanir komi í réttri röð því þið þekkið þetta allt saman. Þannig að það að skrifa transport layerinn til dæmis án þess að vera þá ertu bara með ákveðin hlutverk og þá ertu ekki upptekin af application layer þeim sem fyrir ofan og eina sem þú getur gefið það þú með eitthvað network. Og networkið, það hefur engar áhyggjur af einhverju transportdóti eða hvort pakkarnir séu rétt eða ekki, það hefur ekki það ábyrgðarsvið, þannig að þeir bara sjá að ráta einhverju. Þannig að þetta gerir það verkum að það einfaldara að vinna með hvert lag fyrir sig. Og vanalega þá þetta þannig að layerinn skema þannig að þú ert með þetta dependency niður. Það vanalega alltaf þannig. Það að segja framsetningarlagið eða application layerinn, hann talar við transport layerinn sem talar við network layerinn, stundum fara þeir yfir. En það svona hugmyndin. Og ef ég vil til dæmis að það komi eitthvað tilbaka þá þyrfti ég að beita einhverjum svona triksum í það eins og hérna separated interface og eitthvað svona eins. En það ákveðni kosti við þetta. Það er mjög auðvelt að skilja layerana. Það að segja ef þetta application layerinn þá bara hefur hann áhug bara þetta hér. Þá er búin að fókusa þetta svona divide and conquer strategía og brýtur vandamáli niður í fullt af litlu meiningum sem hverjum sig mjög viðráðanleg. En það eina leiðin til að byggja eitthvað, það að búa það til úr einhverju öðru sem virkar. Og það þetta að breyta, það náttúrulega að taka út til dæmis ef við erum með TCP layer, svo getum við verið með fyrir neðan Fiber eða Ethernet eða hvað sem Og það þýðir það að þeir sem eru application layernum, þeir eru bara að nota eitthvað TCP. Og vegna þess að og þá kemur þeim kemur ekkert við hvernig það sem á neðar virkar. Og já, þannig að ég ekki háður neðsta layernum en ég háður næsta á hérna sem fyrir neðan mig. Og þetta eru svona þessir ýmsu kostir við þetta og síðan náttúrulega líka þegar þú kemur með þessi lög þá náttúrulega verður hærri abstraction og ég hef stundum talað abstraction, það verður hærri abstraction þegar þú komið með klasasöfni eins og Spring til dæmis sem eru að leysa fullt af hlutum þá ertu komið með miklu öflugra tæki heldur en það væri bara að fóra þetta beint á
Windows API eða eitthvað svoleiðis. En það eru gallar við þetta. Það er stundum, ef þú gerir breytingar og hún fer í gegnum allt, sem að ég sé með user object í kóðanum mínum, það eru 7 layerar og það bætist eitt field við, þannig að það þarf að koma þessu field í gegnum allt dótið. Ef að ég, það er að segja, nema ég sé með object utan þetta, en breytingar geta svona farið út allt, af því að þetta þarf að fara í gegnum hvert einasta lag. Og það er líka auðvitað bara performance issue. Þó svo að maður geti komist upp með það lengst af að ignora performance, þá bæta lagskiptingarna við. Sérstaklega það þarf að gera einhverja conversion á hverjum layer. Það getur orðið mjög svona hægt á hlutunum. Og sérstaklega það eru það eru svona marga lausnir í gegnum tíðina, eins og Korba-staðallinn og svona, opbóðslega sniðug abstraction tækni, en alveg skelfilega hægvirk og ónótæf að mörgu leyti. Og síðan náttúrulega svona vandamálin sem ég oft talaði svona innan fyrirtækja, að code duplication, þessi talar ekki við þennan, og þá verður til það er langur vegur að fara inn í næsta herbergi og biðja eitthvað þar sem eru á hinum leiðinum, þannig að hlutinni duplikerast og svo framvegis. Þannig að ef málunum skipt þannig.